Þá segi ég bara velkomin. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að hafa mig. Gaman að sjá þig. Sjáleiðis. Já, hvað er að frétta? Hvað er að gera þessa dagana? Sko, ég var sérst í kláraðatökur núna í byrjun desember. Vorum við með þetta að klára að taka upp í rauninni Napoleon skjölin nummer 2. Já. Sem að heitir, eða mun sennilega heita Tears of the Wolf. Ok. Og svo akkurat núna þá er ég svona svolítið bara í smá svona skriffinsku. Já. Og erum að reyna að komast að öðru verkefni, sérst ég og vinur minn og frábært handrita teimi sem við erum með þar. En já, verkefni sem var einmitt úti, það var nefnilega útlæðilega skemmtilegt. Við vorum sem sagt, þetta voru alveg 2 mánuðir og við byrjuðum einmitt í Finnlandi. Já. Komum svo hérna til Íslands alveg bara í, já, var 2 tökutar, það var bara mjög stutt stopp. Já. Og svo fórum við aftur út og kláruðum í Þýskalandi. Já. Og það var bara ógeðslega gaman. Já. Það var svo mikið aksjón í þessari bíómynd. Já. Og ert þú að leika ertu í einhverjum svona áhættu atriðum eða? Ég fæ voða lítið að gera sjálf. Já. Það er bara þannig, þú veist, þess mikið er vita alveg. Það liggur við sko bara, maður ætlar bara að hoppa yfir lækjarsprennu, það er bara nei, því það gæti mögulega eitthvað gerst og þá er það náttúrulega svo mikið tap. Já. Þannig ég fæ voða lítið að gera sjálf. Já. Það gerist nefnilega, sko, það var tekin myndin Justice League, var tekin mikið í Djúpavík í sveitinu minni. Og það var einmitt eitt skipti þegar Ben Affleck stóð við læk að þá voru 2 kafarar ofan í læknum. Já. Ef kynni hann skildi detta og missa meðutund eða eitthvað, þá voru 2, þú veist, og við erum að tala með þessi lækur var bara svona djúpur eitthvað. Og þá sá maður einmitt bara hvað, þetta fólk er ekki gert úr gleri. Já, þetta er svolítið dramatíst. Þetta er nefnilega, þetta hljóma svo dramatíst, svo því meiri sem maður svona, því meiri reynslu sem maður fær, því meiri heyrir maður af og lærir að það getur svo margt gerst, ótrúlustu hluti geta gerst. Fólk er oft líka bara í einhverju svona móti þegar að leika og það er bara, það getur verið mikið meiri tap ef eitthvað er gerst fyrir hann elsku Ben Affleck. Það var ódýrara að hafa 2 kafara hérna reddi en að mögulega hann einmitt drukni í þú veist 10 cm háu vatni. En svona ef við förum aðeins svona aftur í tíman, þú ert hálf færeysk. Já. Og hvernig voru fyrstu áriðin svona æskunni? Já, sko ég fæðist í Færeyjum. Og eins og ég segi sko að fyrsta útgáfan af Vivian var bara lítil færeysk stelpa sem talaði ekki íslensku sko. Nei. Flytjum til Íslands þegar ég er eitthvað að vera 4 ára. Já. Og mamma mín og pabbi þau skilja þegar ég er svona 6 ára. Já. Og það er svolítið mikið rót. Ég er svolítið mikið að svona flytja hingað og þangað. Og svona alveg nokkru grunnskólar og einhverju framhaldsskólar og það er svolítið þetta. Ekki það ég flyt samt mjög unga heimann í rauninni. Ég rauninni bara svona eiginlega eftir 10. bekk þá fer ég á heimavist á Akureyri. Já. Fyrir menntaskóla þar. Já. Og svo bara einhvern veginn er ég þaðan af bara svolítið ekki heima sko. Er mamma þín færeysk og pabbi þín íslenskur? Já. En mamma þín hefur ákveðið að búa á Íslandi eftir skilnaðin? Já, hún fæddist á Íslandi sko. Já, ok. Og bara er svolítið mikill Íslendingur sko. Ekki það öll mín móðurætt, hún er, þú veist, tala bara rosa mikið færeysku og eru bara mjög færeysku og allt það. En það er alveg, sko, þetta er alveg 6 systkini og það eru flesti sem fæddust á Íslandi. Já. Okay. Amma og afi þau koma, það var svo mikið atvinnuleysi á sín tíma hérna í Færeyjum. Já. Afi var skipstjóri. Já. Og þau koma hérna til Íslands og stofna skóbúð sem hét fyrst skóbúð Þórðar. Já. Sem var síðan Echo og Birkenstock, þau voru með það fyrst. Nú, vá. Okay. Þannig að þú veist, og í rauninni öll mín svona frænssystkini þar að segja börnin systkina mömmu minnar. Já. Þetta er meira munum, þetta er bara Íslendingar. Já. Já. Hvernig finnst þér svona eins og munurinn, bara svona menningamunur á Íslendingum og Færeyingum?
Hvað svona, eru við lík eða? Já, við erum mjög lík, sko. Já. En það er kannski svona það sem ég finnst standa upp úr að það er bara eitthvað svona meiri róið við Færeyingum. Já. Þeir eru einhvern veginn bara, ég veit það ekki, Íslendingar eru bara eitthvað svo klikkaðir. Já. Já. Og fyndið að við erum svona að tala um þetta því ég fór til Færeyja núna daginn, einmitt bara stuttu eftir ég kom heim frá tökum að mér boðið að koma til Færeyja. Já. Yfir eina helgi og hérna ég hafði ekki farið sko síðan ég var 9 ára. Já, ok. Ég er alltaf búin að vera á leiðinni, bara í mörg ár og það var alltaf eitthvað og einmitt seinast ég var loksins bara fara ættamót, fara Ólafsvöku og gera það og það kom COVID og þú veist það, ég veit ekki bara hvernig þetta hefur bara gerst allir þessi ár en allavega þá var ótrúlega mögnu tilfinning að koma aftur til Færeyja og það var svo fyndið að ég fekk þetta boð bara svona með litlum fyrirvara og bara kekja og líka bara svona nýlega lent heim og allt í gangi og þú veist desember og börnin og lalala og þannig ég var bara búin að melta þetta einhvern veginn almennilega og bara svo bara í flugvélni og svo bara sé ég glitta í eyjuna sko og það var svona hellist yfir mig einhvern veginn bara svona alls konar tilfinningar sem ég ógeðslega erfitt með að útskýra og ekki það að ég hafa bara byrjað að gráta í flugvélni heldur bara svona það var svona alls konar bara tilfinningar og ég svolítið svona áttaði mig á því líka bara svo í gegnum þessa helgi ég var bara svona herðu ég var svolítið bara búin að gleyma því hver fyrsta útgáfan af Vivian var einhvern veginn svona eins mikið ég var búin að gleyma en samt ekki búin að gleyma en samt búin að gleyma því það var ótrúlega magnað sko. En hvað búa margir í Færeyjum? Þetta er eitthvað 42.000 manns 42.000 manns, já, mér minni það, eitthvað hátt við 50.000 manns, ég bara það er miklu færri náttúrulega en á Íslandi. Já, þetta er alveg. Það þekkjast allir þar, eru allir skildir þar eins og Íslandi eða? Sko reyndar, þá er náttúrulega alveg rosa mikið það. Já. Og ég einmitt var að tala með daginn, ég hugsaði sko, eru þeir ekki með svona eins og við erum með, svona Íslendingabók? Af því að þeir þurfti svo sannlega meira á því að halda á og talandi það að þá er mér þess að sko ákveðin svona nú notaði bara ensku orðið því ég veit ekki íslensk orðið svona inbreed veiki sem að kallast færeyska veikin og finnst eiginlega bara í Færeyjum. Er það þá andlega veikindi eða? Nei, þeir eru líkamlega. Börnin fæðast rosalega fötluð og ná yfirleitt bara ekkert að ná oftast engum aldri. Bróði mömmu minnar, hann er svo eini í systkinahópnum sem að fann sér færeyskan maka og hún er ekkert eitthvað náskild okkur en auðvitað einhver frænka einhver staðar aftur eftir sko og þeirra gen eru þannig bara ef að þau eignast barn þá eru 75% líkur að barnið sem er færeysku veikina og þau í rauninni hafa átt 4 börn og það er bara 1 lifandi í dag. Úff, það er rosalegt. Það er rosalegt sko. Það er, ég var eitthvað neina datt þetta ekki í hug en það hlýtur bara að vera, þú veist, ég minna þetta er bara á Íslandi, við erum öll inbreeds, þú veist þetta er náttúrulega bara útlendingum finnst það alveg magnað að við séum öll skild, þú halda að við séum að djóka þegar, þú veist, maður segir þetta en það er bara þannig. Það er þannig, þess vegna finnst mér líka alltaf svona pínu fyndið þegar maður heyrir einhverju svona sumu fólki, þar að segja sem svona vill ekki fá svo útlendinga og þú veist, einhvern veginn svona streitist á móti og eitthvað og þú veist, og maður er svona þetta er svo þarft fyrir okkur. Já. Það er svo þarft að fá bara blandast og því meira sem við blöndust sem mannkinn, því sterkara í rauninni verður genið okkar. Og þú ert brúneigð, er það frá pappa eða mömmu? Það er frá mömmu. Já, það er ekki... Það er svona einmitt, það er eins og fyrir vestana, það eru svona brúneigðir einstaklingar og það er talið að þeir hafi eitthvað mixast saman við baskana og tyrkina og þetta. Því að það var náttúrulega ekkert mjög lítið það þannig séð á svona gamla Íslandi að það væri fólk með brún augu sko. Það var svolítið fyndið, ég tók svolítið eftir mitt líka þegar ég var í Færeyjum daginn að ég bara svona, það er einhvern veginn fleiri eins og ég hér. Já. Og það er víst með frakkar og spánverjar og eitthvað slíkt sko. Tók svolítið einhvern veginn eftir því. Já, og þú lítur eins út á þau, eða svona, já. Já, svona eitthvað, svona, ég bara fann einhvern veginn, ég sá það svolítið sko. En kannski greip ég það bara, en ég veit ekki. Það var svona. Er ekki svona Íslendingabók þar?
þau eru ekki komin. Það með það sem ég ætlaði að vera búin að tjekka á einhvern tímann, þegar ég var að tala með einhvern daginn og ég bara svona, já, þeir hljóta að vera með þetta konsept, sko, eða vera með þetta forrita, því að þetta er bara þarft þar, mikið meira en á Íslandi, og líka svo þegar við tala útlendingana, sko, að eins mikið við kannski grínust meira með þetta. Við erum ekkert alveg að fara á djammið og bara, erum við skild, getum við farið heim og svo saman. Vissulega hefur við gripið inn í þetta, oft kannski meira forvitni. Það er svona þegar maður segir fólki, erlendu fólki frá því að það er bara svona, ok, þannig þið eru ekki alveg bara með appið, bara getum við ok, við erum safe eða við erum ekki safe. En ég geti segið fyrir mér í Færeyjum væri þetta mikið meira þá nákvæmlega eins og útlendingar halda Ísland. Já, ég held ég held að kannski að fólk tjekki meira á sig ef það er að pæla í eignast börn saman, sko. Já. Þú getur náttúrulega, ég meina það held ég löglegt ennþá að giftast, systkinabörn giftist, sko. Já, ég held að það sé þannig, sko. Mér finnst það pínu svona, en þú veist, það þurfti bara að vera þannig á árum áður, það var ekkert úr mikla móða. Það var ekki mikið úrval, skal ég segja. En já, þetta er fyndið. Ég talandi þetta, ég var í skóla fyrir norðan að þið áttu einu svona heim á Sauðárkróki. Þá var þar strákur sem var sonur systkina. Já, ok. Já. Új. Ég veit. Já, systkina? Ég veit. Og var alltaf leið með hann? Nei. Hann var naut heimskur, sko. Já. En sorry. En þú veist, það var í mann eftir svona þegar ég var lítil út á landi, þú veist, það var meir þetta. Já. Svona skildminni sem eru innbyrðis svona magar og annað, sko. Já, það eru hjón fyrir norðan, veit ég, sem að hafa átt, þau eru systkinabörn og þau eru með bara alveg 5 börn eða eitthvað og ég held að séu all meira minna föllu, sko. Já, er það svoleiðis? Já, bara hvort sem það er andlega eða líkamlega, sko. Þannig ég held að þetta sé alveg misviðkvæmt, sko. Já. Þessi kynna, hversu skaðilegt þetta er, sko. Hversu mikill skildleikin er og svoleið, sko. Algjörlega. Eins og ég segi líka eins og með þessa færisku veiki, að því þarna allir eins og með frændamenn og konu hans, þau eru ekkert svona náskild, sko. Nei. En þetta er bara með tímanum, þá myndast eitthvað svona gen, sko. Þannig að það er rosalegt. En já, hvað þú áttu mörg systkini? Herru, já, ég álega eitthvað á þeim. Já, ég á eina alsystur. Já. Og svo fara þau í sundur, mamma mín og pappi, og pappi minn eignast 2 bræður mína, þess að 2 stráka, og mamma mín eignast 1 strák líka, þannig að ég á 3 yngri bræður. Já, og eru þau náin sískinin eða? Já, sko, það er svolítið aldursmunur. Já. Ég er elst, þannig að svona, ég er 17 og 18 árum eldri en yngstu bræður mínir. Já, ok. En þú veist, við erum náin, já. En svona, þú veist, við erum kannski ekki eitthvað alltaf að chilla saman. Nei, en svo náttúrulega er það líka bara svona, ef maður finna með aldrinum eftir þess að þau vera eldri, að það var svona einhvern veginn, myndast einhvern veginn meiri svona nándleiki, svona persónulegur, en ekki bara, ég er stóra sýstiðinn og þú sér mér hérna nokkur sem ári stundum eða eitthvað svo leiðskiluru. Eru það, já, þannig að þú átt eina alsystur og þau hljóti þá að vera svona alveg nánar. Við erum mjög nánar, já. Og bara, við erum rosa þakklátt fyrir hana og auðvitað öll mín systkini, en við erum rosalega nánar, ég og systir mín. Og hvað, þegar þú ferði heimann, þá bara, fórstu bara að standa á einn fótum, þú hefur bara, var einhver ástæð fyrir því og fórst bara heimann eða? Já, svona, já, það er kannski, svona eins og ég fari kannski eitthvað mikið út í það, þá var kannski æskan bara svolítið flókin. Og þannig að... Er oft með skilnaðar börn og... Já, algjörlega. Og bara svona heimilisaðstæður erfiðar, þannig að ég svolítið bara svona, ég vildi bara komast í burtu. Já. Og vildi bara verða sjálfstæði svolítið fljótt og svona. Já. Og bara svona ævintýragjöld líka. Ég fóru mitt þarna í menntaskólann Akureyri og svo einhvern veginn var ég komin í eitthvað svona samband og þá vildi ég fara aftur á Sauðárkrók og ég keypti mér íbúð og svo var bara eitthvað að vinna og ég var í framhaldsskólanum þar. Svo einhvern veginn vildi ég fara út að ferðast og þá breyttist lífi rosa mikið einhvern veginn líka og þá fór ég suður og ég reyndi að stoppa aðeins við heima hjá pappa mínum. Þannig ég svona flutti aðeins tilbaka, svona aðeins upp á að ná aftur að lenda einhvern veginn eftir utanlandsferðina. Eftir íbúð á Sauðárkróki? Já. Já, ok. Og með þá þessum kærasta? Nei. Bara ein?
Já, ég átti einhverja skaðabætur sem voru sérst að því að bitin í andlita af sjafurhund þegar lítil. Þannig að það voru hérna einhverju peningar og þessi íbúð, hún kostaði 6 milljónir. Á þessu tíma, já. Og svo bara hefur þú selt hana væntanlega þegar þú fórst. Já. Og hvað, þú kláraðir menntaskólan, þú varst stúdentinn eða? Já, ég kláraði stúdentinn því ég var án 22. Já. Það sem ég var svolítið svona bara aðeins líka bara að vinna og ferðast eins og ég segi og prófvinna í útlöndum og eitthvað svona. Og ég klára í rauninni bara, sko, þegar ég klára stúdentum þess að þá ég meira þess að komin aftur út, þá ég komin til Þýskalands. Já. Komin nýjan kærasta. Já. Sem var handboltamaður. Já. Og þannig að ég kláraði bara þarna þá í fjarnámi. Já. Og hvenær fórstu svo, eða eiga börn, varstu ung eða? Sko, já og nei, ég veit ekki hvort að maður sé ógeðslega ungur þegar maður einhvern veginn að verða 25 ára. Já, kannski. Svona nútíminn kannski svolítið að láta þann aldur verða mjög ung, svona eitthvað. Ég veit breytast, já. Það er svona fyrir eftir hvaða kynslóð, sko, þú veist, er að spurja. Jú, ég var sérst þannig að vera 25 ára þegar ég eignast mitt fyrsta barn. Og já, svo í rauninni, já, og ég ásast 4 börn, þannig að koma hérna 3 eftir það. Ég á 4 börn á 10 árum. Já, vá. Og er það stelpur eða strákar? Það eru 2 stelpur og 2 strákar. Já, ok. Fullkomin skipting. Jeps. Og hvenær fórstu svo að hafa áhuga á leiklist? Sko, mér langaði bara að gera ótrúlega margt. Það var svona kannski líka það. Svo fer ég að hugsa, sko, kannski var þetta eitthvað svona áhugavert að tjekka þessu og hafði bara svolítið svona mikinn áhuga á þessu listformi og ekki bara leiklist heldur líka bara kvikmyndagerð og eitthvað svona. Þannig að ég fer þegar ég er að verða 21, þá fer ég sem sagt til Los Angeles. Já. Að ég hugsa bara, hvað er betri staður til þess að koma að staði hvort maður vilja vera leikari? Bara að fara beint þangað. Og held einhvern veginn svolítið að þetta sé bara eitthvað svona mekka leiklistarinnar sem ég kom síðan að, nú ekki alveg svo. Nei. Ég sem sagt bara röklast í burtu frá LA og hugsa bara ógvið minn almáttur, ég ætla aldrei að vera leikari. Nei. Hér er bara desperation í gangi, aftur afsakið enskusleitunar, en já, var svona þetta, allir svona desperate og svona mikli erfileikar og rosa mikið hark og mér finnst bara, mín reynsla allavega af Amerikanum þarna var bara, mér fannst þið bara klikkaðir, mér finnst svo mikið ónáttúra í gangi, ég gat ekki nota orð en það. Það vantaði eitthvað í þetta fólk fannst mér. Já. Og þannig ég inni bara fer heim og bara, já, nei takk, þetta er ekki fyrir mig. Já. Kemst reyndar að því svo þegar ég kem heima bara, fólk bara hlóa mig og bara, þú ert ekki að fara þanga til þess að komast að því, þú veist hvað ég ætla að gera, þú veist, það er alveg svo margir aðri staðir sem eru svona, kannski það sem ég er varið í til þess að stúdera leiklistana sjálfa en þú veist, ég upplifur svo margt og ég kynntist svo mikið af fólki og komst svona aðeins í svona einri ring í Hollywood og það var alveg mikil reynsla í því. Já. En svo kem ég heim og þá langaði mér rosalega mikið að vera náttúrulæknir eða svona grasalæknir. Það var svona, ég var svona komin á það og var með þess að búin að finna skóla og ég var á leiðinni út í hjálparstarf til Afríku þegar ég verð svo ólétt fyrsta barninu. Þannig að þá stoppaði það einhvern veginn. Ætlaðu bara að fara í sjálfboða? Já, mér langaði að fara í hálft ár. Já. Og svo var ég búin að finna hennan ógeðslega flotta grasalækna skóla í Skotlandi. Já. Svona gamlan virtan grasalækna skóla. En já, eins og ég segi, svo bara verði ég ólétt og þá svona, ok, þá þurfti ég svona aðeins að allavega hægja á því plani. Væntanlega ekki að fara eitthvað hjálparstarf til Afríku og sjá til með hvernig ég myndi fara þessu með hennan skóla. Svona til þess að gera langar svo stutta, þá fer það samt þannig að þá er systir mín byrjuð hérna í Kvikmyndaskóla Íslands. Já. Og ég hún var svona ára undan mér. Já. Ég í rauninni fer þarna inn, í rauninni með hennar hjálp. Já. Ég er þarna þá bróðin einstæð
og svona veit ekki alveg hvað með, þú veist, það allt svolítið svona eitthvað hvað ég gera og langar að gera eitthvað og þú veist, maður náttúrulega bara eitthvað lítill og blankur og skólinn í Skotlandi einhver staðar bara einhver fjarlæði draumur og einhvern veginn var ekki alveg að fara að gera það strax. Þannig að systir mín, hún Anní heitir hún alveg bara, herðu, nú bara kemur þú og það eru pröfur í gangi, bara rétti mér einhvern monolog, bara læra núna, ég er frá skvöldlega repetir, bara gera það. Okay. Og ég bara, eitthvað, læri náttúrulega ekki þetta monolog, en mæti samt þarna eitthvað og hún hálfpartin bara svona hrindi mér inn og ég gerði bara eitthvað bull. Og var það ekkert, þú verður aldrei verið eitthvað feimin eða eitthvað svona, þú veist? Sko, sko, það er svo fyndið. Ég veit, ég er ekki feimin karakter. Nei. En auðvitað getur maður stundum verið feimin og inn í sér. Og ég geti verið svo mikið þetta svona extrovert, introvert manneskja. Sem bæði og ég var að læra heitir víst, þau eru komið nýtt heiti á það, minna að segja atrovert. Já, ég held að ég sé það líka. Það er bæði. Já. Svona. En þegar bara er eitthvað svona pressa og þú veist, þú ert bara settur og allt bara að gera þetta og þú veist, það kom líka bara yfir eitthvað svona kæruleysi. Þú veist, það var ekki þannig að ég var bara, ég kemst ekki þarna inn og þá eru mín plön farin eða þannig að þegar maður kemur inn í þessa aðstæður og bara einhvern veginn er 100% slakur og bara, ég hef bara gaman að þessu, ég ætla bara að gera eitthvað blá og ég mundi einhver orð og ég bara bullaði bjóð til bara einhverja senu úr því sem ég mundi. Og þú bara hefur enga að tapa, gerði þetta bara? Hefur enga að tapa, bara alveg til í þetta. Og þannig að þá bara, og ég bara komst inn bara þau sögðu bara mér þessu á staðnum, bara herra þú bara komin inn. Ok. Það var geggjað. Já, ég var líka svo hissa, ég alveg, ok. Og bara myndi alltaf hvað ég hafði verið að gera 5 mínútum áður, ég bara svona, það var svona. Það hefur verið æðislegt. Það var í kvikmyndaskólanum. Já. Og fórstu þá bara inn á leiklistabraut? Já, ég fer þangað inn á leiklistabraut. Já. Og hefði líka allan daginn valið það sjálf að fara þangað því að þar var kvikmyndagerð líka kennt. Þú veist, við fengum grunnnám í því. Ég fekk að læra að klippa, basic hluti vandi framleiðslu, handritsskrif, hitt og þetta. Og að sjálfsög var líka farið í leikursleik í rauninni, sko. Já. Bara alveg svona tekið 1 misseri í það. Þannig að ég bara, ég naut þess virkilega verið sem skóla og leiðilegt að heyra hvernig allt fór með hann eins og það er búið að vera. Er hann ennþá starfandi? Þú veist, akkurat núna veit ég bara ekki hvað gerst. Nei. Bara ekki búin að setja alveg inn í það. Nei, en það var rosa margir sem fóru í skóla og flesti sem ég þekki hafa talað vel á, sko. Já, það var bara yndislegt að vera þar og bara rosa gott fólk. Já. Og hvað fannst þér svona erfiðast í leiklistar náminu? Ætlaði þess ekki að vera einstætt foreldri. Já. Listanám og auðvitað bara allt nám, en listanám er mjög krefjandi og þarf rosalega mikinn aga. Og það er kannski svona eina sem ég geti sett út á skóla, mér varst að vera pínu agaleysi út af meðvirkni. Íslendingar er ekkert sérstaklega agaðir. Nei. Og þú þarft rosan aga í listnámi. Og þannig að maður var sko oft, og kannski segja verkefni geta verið svona mjög krefjandi varðandi, það er tekin eitthvað svona slott og þú ert bara alveg að fullu og þú veist bara ég man eins og 1 skipti að var ég ekki búin að sofa næstu í 2 sólarhringa. Já. Bara af því að það þurfti að klára og gera og það var ekki að því maður var búin að safna allt upp og vera á seinustu stundu, heldur bara að því það er oft svo erfitt að gera sumar hluti. Með græjum og dóti og maður náttúrulega rosa metnaðarfullur og þú veist. Og hvernig þá meðvirkni? Hvað fannst þér þá stjórnendur vera meðvirkir eða voru? Já, með stjórnendur meðvirkir á bara lata nemendur. Já, ok. Agalösa og lata nemendur. Já, meðvirkni er náttúrulega rosalega mikið íslenskt sport. Já. Við erum rosalega, finnst mér, meðvirk þjóð. Við erum alltaf bara einhvern veginn, vorkennum fólki svo mikið og þú veist, það er allir séns alltaf að því að þú veist, ég veit það ekki, mér finnst þetta er svolítið þjóðasport, finnst mér. Já, einmitt, þessi sjansar, seinustu sjansarnir, það finnst mér alveg mjög íslensk. Og vera bara einhvern veginn svona aumingjagóð, það er alltaf bara svona greið. Já, örgulega. En hvað fannst þér, þú veist, eins og svona leiklistalega séð, þú veist, að hvað finnst þér erfiðast að leika? Hvað finnst mér erfiðast að leika? Ok, það er svolítið góð spurning. Ég held ég hef aldrei lent í ykkur sem er virkilega erfitt að leika.
að því að sko í rauninni þegar kemur að og fólk fyrir strax að hugsa svona, þú veist, kynlífssenur, ógeðslega persónulega hlutir eða þá jafnvel þú ert að leika eitthvað sem að kemur þér persónulega við sem eru erfiðleikar eða eitthvað svoleiðis og náttúrulega með bæði leiklistatækni og svo kannski hefur þetta bara lent þannig hjá mér að það hefur einhvern veginn ekki verið þannig að það hefur haft þau áhrif á mér og verið bara, mér er svo erfitt að leika hana karakter og hana bara alveg að fara með mig sko. Þú veist, mér er alltaf fundist bara ótrúlega gaman einhvern veginn að fara í alla karakter sem ég hefur verið að leika en það er kannski annað sem að kemur í að þú veist, þegar kemur að eitthvað svona erfiðleikum varandi vinnuna, það er náttúrulega kannski harkið sérstaklega þess að byrja með þegar maður er í mikið einhverjum svona indie verkefnum og fyrir þá kannski sem veit ég hvað indie mynd er, það er svona independent movie það sem að fólk er svolítið bara með sína einn peninga eða mjög lítið fjármagn lítinn stuðning og geta tekið rosa mikinn tíma og mikla þolumæði og maður er líka kannski að vinna með fólki sem að, þú veist, ég meina eins og eitt verkefni sem að ég og fyrirvændi eiginmaðurinn minn, þú veist, við vorum 7 ár að gera eina bíómynd og þá er svolítið fólk sem bara koma að fara, skiljanlega og þú veist, þetta er erfitt. Þetta er það sem ég hugsa bara, þetta er eitt af erfiðasta. Sko. En eins og, sko, ég hef oft hugsað með svona eins og á Íslandi, það er rosa mikið sömu leikararnir alltaf, þú veist, það er bara mjög mikið sama fólki sem leikur í þú veist, þáttunum og svona og svo þegar það koma svona kynlífssenur einmitt, þá er ég alveg bara svona hvernig þú veist hvernig gengur þetta fyrir sig? Er bara fólk bara í karakter, er enginn að fá neitt út úr þessu? Þú veist, er fólk, nei, þú veist, ég meina ég veit ekki, fólk er nakið, þetta er náttúrulega kannski bara svona professional að það er enginn að hugsa. Já, sko, allavega ég get allavega að tala svona eins og þetta er í dag, af því ég get alveg tala alls konar sem var kannski áður fyrr og sérstaklega kannski í íslensku bransa. Íslendingar eru ennþá bara rosa mikið að ná tökum með það að vera professional í svona bara alveg í gegnum gangandi bara alla deildir og allt saman, allt ferlið. Í dag erum við bara með nándarþjálfa og þetta er bara ákveðin dans, hann er æfður. Nekt er náttúrulega bara yfirleitt ekki vandamál fyrir leikara. Nei. Það er eitthvað svona sem allavega ég lærði í kvikmyndaskólanum og í leiklistanáminu þar að það er bara svona ákveð ego sem er brotið niður. Já. Og einmitt maður er oft heyrt svona, já, hvernig er að vera í leiklistanámi? Er þið ekki bara eitthvað allsbjörnum allt eitthvað grenjandi í hvort öðru og eitthvað svona, þú veist? Nei, en það var alveg tekin kúrs og ég held að hlustendum myndi finnast áhvert að heyra þetta að við máttum svolítið velja hvað áttum að gera í þessum kúrs en við þurftum svolítið svona virkilega að, þú veist, reyna á þetta ego. Já. Og margir völdu það svolítið að berskjálta sig alla leið og gerðu það bara misjöfn hátt, auðvitað nekt var mikill hluta því. Þannig að ég fór í sturtu fyrir framan allan bekki minn og rakaði mig undir höndunum og fór svo klóstið að kúka. Það var allt fyrir framan bekkin minn. Hættu, í alvöru? Mér finnst kúka verra sko. Að fara í sturtu. Já. Hvernig þarna varstu bara alveg að berskjálta þig? Já, algjörlega. Mér langaði bara að fara alla leið með þetta. Já. Og auðvitað myndast mikið traust innan svona bekki. Þarna eru bara 10 manns og við vorum ekkert að gera þetta eitthvað að fyrstu önn sko. Nei. Þannig að ég man ekki hvað þetta hafi verið alveg öðru árið eitthvað og þú veist, þú ert búin að fara í gegnum alls konar og Vá, hugrekkið maður, vá. Bara ég get ekki eins og húka fyrir fram manni minn, sko. En það er allt orðið eðlilegt þegar þetta er svona brotin þessi múr, væntalega. Já, þú veist, mig langaði líka og ég gerði það líka bara gegnum námi. Ég reyndi alveg að sækja mér eins mikla reynslu í gat. Þarna er ég líka bara að segja, þú veist, maður kannski veit hvað er í húfi. Ég var að borga fyrir námi sjálf. Þú veist, ég var að taka tíma frá barninu mínu. Já. Ég upplýði mig verið með hæfileika og mér langaði bara virkilega að reyna á þá. Þannig að... Og þú varst með 1 barn þegar þetta var? Já. Ok. Og ég þegar ég útskast, þá var ég ólétt af öðru barni. Já. Útskast með kúlu. Já. Hvað var svona fyrsta stóra verkefnið þitt? Það sem að, já. Sko, svona fyrsta kannski svona stóra verkefni mitt. Myndi ég að segja kannski að væri, þú veist, fyrir mig þá var leynilöggan. Já.
og maður er búin að vera út allt og alls konar og eitthvað svona en það var kannski það og ótrúlega þakklátt fyrir að fá það tækifæri og það var svo ótrúlega skemmtilegt verkefni og bara Hannes yndislegu leikstjóri og allir leikararnir var algjör snillingar en svona stæðsta verkefni mitt hingað til Napóleonsskjölin Napóleonsskjölin að svo ég veit ekki betur ég veit ekki hvort það sé búið að breytast, ég held ekki en þetta var og mögulega, þetta dýrasta bara mynd sem Íslingar á annað þeim að gert. Já, ok. Og náttúrulega Íslingar sem eru kannski að líka reyna þá að prófa þessa leið, til þess að reyna að svona, hvað ég segja, expanda sitt svona, já, hvernig get ég orða já, bara reyna svolítið svona að hvernig getur maður orða það? Svona reyna að ná meiri variety og ég sletta svo mikið ensku fjölbreytileika og svona reyna að þenja sig út þar og prófa sem sagt, gera svona bíómynd sem að Íslingar hefði aldrei gert þetta svona spennu, hasar, ævintýramynd svolítið og ég meina fyrst til að handrita hugsa ég strax bara Indiana Jones eða eitthvað svona og þannig að það og núna allir með svo með Tears of the Wolf sem framhaldið að því, þetta stæðstu verkefni mín svona þá varðandi líka bara í samstarfi við erlenda aðla og annað skilur og þetta aðla var þetta samstarfi við Þýskaland. Já, en var Napóleonsskjölin voru það íslensku? Var íslenskt? Þau voru, sko fyrsta myndinni var rosa mikið svolítið svona, hún var alveg fullt af íslensku en meira á ensku. Já. Að með minnir, ég bara svona vá, þess að fyndi hvað mér fljótur að gleyma og ég bara sé þess að mynd einu sinni, ég horfði bara, ég svona þannig leikari, ég bara píni með þess að fara frumsýningar og horfi á þetta og svo bara, meika ég bara aldrei horfa á þetta aftur, sko. En núna til dæmis þá hún bara öll á ensku. Já. Það bara, ég held að ég náði að svona kreista í gegn að fá að segja eitthvað tvenn blótsyrði eða eitthvað svona, því mér fannst það þurfa að vera aðeins svona eitthvað, því hún ég að leika karakter sem Íslingur, sko. Já. Og hvað hefur verið eitthvað í leikhúsi? Nei, ég hef aldrei gert það. Nei. Ég hef nefnilega aldrei stigið fæti á þjáleirnar. Bara það hefur aldrei verið. Nei. Og sko, þess að alveg hreinskilin þá bara svona mér þess að hafði ég ekki mikinn áhuga á því. Samt sko með fullri virðingu, ég ber svo mikla virðingu fyrir leikhúsleikurum. Ég segi alltaf sko að alvöru leikararnir eru þarna á sviðinu og það nefnilega sko þú getur svona aðeins komist upp með meira kannski, auðvitað alls konar reynslu og alls konar dót þegar kemur að vera fram á kameru en það svona eins og þeir hafi mikið meiri svona, þeir hafa bara stærri skala og allavega hef það mín reynsla og hef ég mikið fundið fyrir og þú þarft líka að sýna sömu sýninguna aftur og aftur og aftur og aftur, það hlýtur að vera svolítið krefjandi. Það örugglega, þú veist, já, ég myndi halda að það væri alveg svolítið krefjandi og vinnutímarnir og alls konar en það kannski ekki alltaf það sem böggar mig, þú veist, fyrir mér sem leikar, mér veist alltaf áhugavert þegar ég fram á kameru þá ég að gera sama hlutin aftur og aftur og aftur og aftur og aftur, bara öðruvísi. Já. Þannig að mér veist það hljómar reyndar mjög svona, já, mér veist það hljómar skemmtilega, sko, þú ert alltaf að þróa þig og þroska í hverju einasta verkefni, sko, þannig að og verður mögulega alltaf betur og betur eftir hvernig sem á sýningunum líður sko. En ég held að sé svolítið bara svona það alveg bara kvikmynda heiminn heilla mig bara svo mikið, mér finnst hann bara svo spennandi. Já, og það alveg það eitthvað svona hef ég bara aldrei einhvern pælt í að eitthvað, já, ég ætla að reyna þetta en svo hef ég alveg hugsað út, ég hef oft verið spurða þessu og svona í rauninni kannski mitt svar væri bara, þú veist, ég ekki að hugsa um þetta akkurat núna en ég sé mig alveg í anda einhvern veginn í framtíðinni kannski að vilja kíkja þarna inn ef ég væri velkomin að fara þarna inn. Þetta örugglega svolítið öðruvísi leiklist þar. Já, þetta er annar leikur. Já. Hvað þegar þú segir, þú átt 4 börn. Já. Hvenær koma þau svona á ferlinum, þú veist? Sko, eins og ég segi, það hérna, ég að vera 25 ára með fyrsta barn, svo ég 28 með seinni stelpuna mína. Og svo svo líður nú aðeins lengur hann að milli, hvað það sé, það alveg, hvað ég 33, minnum mig, því ég eignast síðan strákinn minn, annan strákinn, og svo 35 því ég eignast seinasta. Já.
Þetta alveg, og hvernig gengur eins og bara þetta að þú ert að fara til útlanda í langa tíma að leika og hvernig gengur að púsla þessu, þú veist? Já, eins og ég segi, þú veist, þá er ég mitt einstað með 4 og það er auðvitað mikið púsl. Já. Og líka kannski taka fram að ég ásast 3 barnsföður. Já. Sem að hendar mínum lífstíl rosalega vel. Já. Því það væri aðeins erfiðar að henda öll 4 og einn mann og bráka bæ, ég er farin í 2 mánuði eitthvað. Þannig að maður getur svolítið svona aðeins dreiftum. Já. Og svo eru þeir líka oft búin að vera í góðum samskiptum og þetta er bara allt vola næs. Já, það er bara heppin með barnsföður. Þú valið á vel. Já, bara þeir eru flott, þeir eru bara góði menn. Já. Og það skiptir náttúrulega ógeðslega miklu máli að geta átt í góðum samskiptum náttúrulega. Já. Og þú ertu búin að vera einstæð í mörg ár núna? Já, ég er búin að vera einstæð núna síðan við skiljum 2018. Já. Þannig að, já, það er eiginlega ekki búið að vera neitt til að tala eftir það sko. Og svo bara, já, búið þau öll heima hjá þér? Sko, það var þannig, núna aftur á móti er ég með ein stelpan mín, yngri stelpan, hún er núna frá því í byrjun seinasta árs að fóru að búa hjá pappa sínum sem var heim í Kjósinni. Já. Það hendaði henni betur að fara eins í rólegri umhverfi í minni sveitaskóla. Já. Það var búið að vera svolítið svona algjör ADHD pjessi og þannig að það bara svona já, við ákvæmum bara svona að það væri kannski betra fyrir hana og sem hefur sínt sig að það var það. Já. Ert þú með ADHD? Já, örugglega, skilur, alveg pottet. Já, ég er með það, sko. En ég sjálf nota ADHD-runni bara svona þess að lýsa kannski meiri svona típinu sem maður er og af því að þú veist, maður segir þetta í dag og þá veit fólk automatist alls konar hluti svona mann þegar maður bara segir, já, þetta er svona. Og jú, algjörlega, og ég hef alveg farið í greiningu, gerði það bara svona að ég fekk tækifæri til þess að ég fór einu svona í virk, sem var æðislegt og fekk þá tækifæri að fara í greiningu og gerði það og frá, sko, frá 1 upp í 5, þá, svona skali, þá var hún bara, já, þú ert 5. Já, ok. Þannig að, jú, en já, svona, fyndið við komum svona aðeins inn á þetta efni því að sko, annars að ég vilja líka fara eitthvað ómikið út í það, þetta er líka alveg viðkvæmt og margir að díla við alls konar svona, þá finnst mér samt, við þurfum aðeins að passa okkur á því hvað við erum að nota þetta orð mikið og hvað við erum komin langt í alls konar, hvað varðar bara lyf og annað við þessu sem ég dæmi náttúrulega bara alls ekki og hef oft fengið ábendingum að það myndi náttúrulega hjálpa mér og kannski er það líka alveg rétt. Ég hef ekki reynt á það ennþá og verið eitthvað streitast á móti og ég held ástæð fyrir ég er streitast á móti er að því að maðurinn, nú mann ég bara ekkert hvað hann heitir, þessi læknir að prófessor sem er henni býr til þessa greiningu og þú veist að hann vil koma það framfæri árin að deyra að sko ADHD er ekki kannski veiki sem fæðist með, þetta er eitthvað sem er búið kannski þróast á mjög hröðum tíma þar sem að samfélagið er orðið það erfitt fyrir okkur sem lífveru að við erum byrjað að sýna þessi einkenni. Já. Þannig að hann vildi svo mikið skilja það eftir sig svo að það yrði ekki þannig að við myndum fara að taka svo sem heilum sannleika og þannig að í staðan fyrir að við sem bara almenningur þrýstum á að samfélagi að laðist að okkur sem lífveru að þá eru við svo mikið að laga okkur sem lífvera að einhverju sem er bara eitrað fyrir okkur sem, að því við erum líka bara dýr það er svo mikið ónáttúra í því hvernig manneskjan býr en hún er svo mikil náttúra það er bara svo mikil hluta á okkur og auðvitað kom upp alls konar einkenni þegar við erum búin að búa til einhverja veröld í kringum okkur sem er bara eitruð fyrir okkur hvort þessi mataræði eða bylgjur í loftuna jata, stress og hitt og þetta og alls konar bara allt í bland þannig að ég held að það sé þessna sem ég er eitthvað svona streitast á móti og hef oft bara gripið í alls konar aðra lausnir og það er náttúrulega bara þetta sem er alltaf töðað það er bara hreyfing, mataræði svefn, hitt og þetta bla, skilur úrleiðsla eitthvað og... Já. En þú sagðist að fara í virk, hvenær var það? Herru, ég fer í virk það var bara eftir einmitt seinasta barn mitt
þá var ég bara orðin svo rosalega útkeyrð og bara búið ganga á svo miklu og ég einhvern veginn talandi ADHD, alveg bara hvatvís möts, bara þú veist, 4 börn með 3 mönnum og bara en tek bara þessar ákvarðanir samt alveg fullt meðvitað, en þarna ég bara orðin ótrúlega þreytt og ég bara komin í algjört burnout og og ég man ég segi við virk, ég bara, þú veist, ef að þið ætla að segja einstæð móðir sé ekki bara full vinna sem að læti þið algjörlega brenna út þá vil ég fá hefa á rökin fyrir því það er bara að segja mér af hverju ég á ekki heima þarna inni að því ég get ekki meir þannig að þau bara sjálfsögðu, vertu velkomin sem var æðislegt og það hjálpaði mér gríðarlega mikið ég náði virkilega einhvern veginn og meira þetta var í gegnum COVID þannig að það var ekkert eitthvað svona alveg allt í boðið þarna en ég var með frábæran fulltrúa hún var alveg algjört æði og það var bara einhvern svona stuðningur sem ég þurfti smá þetta breyk líka fjárhagslega þannig ég geti bara aðeins andað og það var með þá þegar ég næ hlutverkinu í Napóleonskjólunum þannig að einhvern veginn náði að byggja mig upp náði einhvern veginn að bara fara full force síðan aftur í leiklistina og þú veist það, eins og ég segi, ég fekk þetta hlutverk og það af einhvern veginn hef ég svona ná að pluma mig bara ágætlega og það gengur alveg, þú veist, þú getur alveg lifað á laununum sem leikari Nei Nei, sko pluma mig ágætlega þá svona bara andlega og bara svona í bransanum einhvern veginn þannig sko og verði staða fyrir börnin og í rauninni bara leiklistalífið en nei, þú getur ekki lifað á þessu og þú veist, líka bara má nú alveg fylgja því að ég ekkert sérstaklega góð með peninga, ekki það, maður ekkert að eyða í neitt þannig sko, það bara, þú veist, þú ert með 4 börn og þú veist, lífstíllinn kannski dýra því að ég legg svo mikið upp á gæði í fæðu og öðru þannig sko en en þetta líka bara svolítið þannig, þú færð kannski einhver örfá verkefni yfir árið og ég veist að mér lendi bara að fá kannski bara 1 verkefni yfir árið og hvernig ætlar að lifa því og og spyrir mig líka stundum bara svona af hverju tekin skattur af því þú veist og alls konar þannig sem samt bara gert og allt það en já, þannig að þetta ég get allavega ekki sagt að þú veist hinga til hef ég alveg þurft að grípa svolítið bara í að hoppa í eitthvað svona svart eða bara eitthvað svona vinna hérna að hjálpa til við þarna eða eitthvað svona þú veist, reyna hérna bara að redda mér þannig að þú veist, börnin mín hafa bara alveg alveg uppi það að þú veist, það alveg svolítið svona hvað ég segja, svona þessi struggling artist sem mamman og þú heimili alveg eftir því já, það svolítið þannig sko og maður hefur alveg stundum ekki átt fyrir leigu og það alveg, bara svo ég segja, alveg hreinskili sko og en það bara eitthvað, það eitthvað í mér sem einhvern veginn bara, ég lend alltaf hérna á fótunum mín og maður nær alltaf hérna að redda sér og þessi brennandi áhugi og svona í rauninni þetta passion fyrir því sem maður að gera þannig að ég hef stundum hugsað að það sé líka eitthvað sem að eins og mikið maður hefur dreigið börnin sinni í gegnum þetta að það sé eitthvað sem að mun skilja gott eftir sig hjá þeim og hvað svona, ef þú myndir núna bara ákveða að fara að gera eitthvað allt annað, hvað heldur það að væri? Hvað myndir þú vilja? Það væri eitthvað svona til þess að byggja upp annað fólk þú veist, hjálpa öðrum, ég held að það var það sem að það hefur alltaf skinnið í gegn einhvern veginn hjá mér, eins mikið og maður var bara, mér langar að vera þetta, hitt og þetta og það var það bara svo ofta eitthvað svona, ef ég horfum svona tilbaka, svona rauði þráðurinn í gegnum og maður langar bara svona að hjálpa öðru fólki lyfta öðru fólki upp þú veist, já, ég held að það væri það, ég get ekki sagt eitthvað svona beint núna því ég bara svo rosalega einhvern veginn allur hugurinn minn bara leiklistinn og allt það sko og jú, þú veist mér langar að lengt um að prófa leikstýra og nú ég komin í handritsvinnu og prófa það líka svona aðmjölega í fyrsta skipti og þannig að þetta allt svona innan bransan en ef ég ætti alveg að fara út úr bransanum og bara gera eitthvað allt annað sko þá bara, já, þetta með að svara því jú, það væri náttúrulega geggjað að læra einmitt þessu segi, þú veist, inn á græsalækningar og eitthvað, mér finnst það ennþá rosalega áhugavert en já, ég held að væri eitthvað svona til að hjálpa öðru fólki Græsalækningar eru mjög áhugaverðar, ég alveg sammálaðir með það. Ég tók svona tímabilið sem að ég lærði jóga að kenna sko. Já, það. Að þá fór ég í alls konar svona og þurrkaði jurtir og þetta var bara svona eins og maður minn var bara hvað þetta geta? Búin að þurrka eitthvað og setja í krukkur út allt og þú veist, það er ótrúlega margt læknandi í náttúrunni
sem að bara, við notum ekki neitt. Nei, ég held persónulega öll svör í náttúrunni. Þú veist, þú kemur þaðan og það allt þar fyrir þig, sko. En já, svo bara svona spurning hvernig maður kemst að því og eins og ég segi, í svona samfélagslífum í dag og hvað erum aftengt. Þannig að við erum alltaf bara doomskróla á samfélagsmiðlum og þetta ég með markmið núna þessu ári að minnka símanótkun. Oh my god, ég líka. Ég svo það líka, sko, ég bara óguð, stundum ég bara, ég hef líka bara aldrei verið að slæm eins og bara núna árið 2025. Já. Ég var alveg ein af þeim, sko, sem var bara, ég fekk svo ekki Facebook alveg ógeðslega lengi fyrir einhverjum árum síðan, því ég bara, nei, ég ætla ekki að taka þátt í þessu, svo bara verður að gera það, því það var bara svo mikið stöffi sem að bara missir af. Já, líka bara, þú veist, námslega, þú veist, það var bara spjallhópar þarna og aðrir og eitthvað svona, þannig að maður neytist að gera það og svo ætlaði nú alls ekki að koma nála þessu helvitis Instagrami og jú, svo maður bara þar alveg dottin inn í þann pakka, sko. Já. En ég bara getur svara, ég fer ekki lengra. Nei. Það bara, ég bara, kannski ég að segja þetta núna bara alveg sem ég gerði mig hitt, sko. En eins og þetta, hvað þetta allt heitir allt, eitthvað. X. Já, og tvíta, eitthvað. TikTok, já, og með litla fuglunum, hvað heitir aftur hann? Twitter. Twitter. Já, það X í dag, sko. Já, það X í dag. Já. Þetta allt mannskemmandi, sko. Ég vinn mikið á samfélagsmiðlum, sko, og þess vegna þetta mjög mikill tvískinnungur að segja þetta, að því ég þarf samfélagsmiðla fyrir það sem ég geri. Já. En maður sér það bara, þú veist, að fólk á okkar aldrei líka bara fast í símanum. Þetta ekkert bara unga fólki, þetta ekkert bara krakkarnir, sko. Nei, þetta þú veist, úlingarnir mínar hafa alveg nappað mig alveg bara, þú veist, mamma, þú ert ekkert skárri, þegar ég bara eitthvað steppir, aðeins að þú veist, svo ég sjálf bara eitthvað algjör símafíkil, sko. Þannig að ég alveg bara, ég mjög meðvitað að sleppa símanum og bara skila hana eftir, sko, bara inn í herbyggi. Af því að maður einhvern veginn alltaf bara, ég bara stend með því að opna Facebook og bara eitthvað og það bara annað hver færsla einhver svona auglýsingar fyrir miðaldra konur. Það bara eitthvað svona, finnur fyrir hormónójafnvægi, finnur fyrir hitabreitingum, og maður bara svona látið mig í friði. Já, og bara allar þessar útlitspælingar líka, þú veist, vá, þetta alveg bara, ég verður vikuna, ég svona alveg bara, þú veist, maður finnur hvað þetta nær manni, þú veist, þetta alveg svona, Jú, ég náttúrulega leikona, auðvitað þarf ég líka verið að einhvers staðar, sko. Það var líka ástæða fyrir ég fekk mér Instagram til að byrja með, það var bara eitthvað, þú verður að gera þetta. En ég rosa lítið að pósta af mér, sko. Ég rosa svona meða við það að fólk heldur að sé rosa athyglisjúkur þegar maður með eitthvað svona podcast og þú veist, ég bara með heimasíðu sem ég búin að vera með í mörg ár sem heitir hung.is og það margir sem þekkja síðuna en ekkert endilega mig og mér finnst það alveg fínt, þú veist. Af því að ég alveg svona, þú veist, athyglisíkin mín næri ekkert lengra en það. Ég ekkert til í að fólk viti mikið mig, skilur við. Nei, ég reynda að tengja alveg mjög mikið við það. Og ég sem sagt, þú veist, ég með 2 reikninga, til og með svo Instagram. Já. Og hinn nú alla bara eitthvað til þess að posta börnunum fyrir ættingja í útlöndum og eitthvað svona þannig, sko. En það sem ég svona eins og Instagraminu mínu þá, jú, þú veist, það eru auðvitað myndir af mér og eitthvað svona og maður að reyna að vera eitthvað svona professionell þarna og vera með eitthvað svona sem ég að gera og eða eitthvað svona að vera og eitthvað. Annars ég rosa duglega við að bara posta þú veist, hvað ég að segja, hvað ég ósátt við heiminn sem ég veit alveg orðið rosalega þreytt en ég bara get ekki annað, ég held ég gera það bara, ég er búin að gera allavega svo hverjum einasta degi að setja allavega inn eitthvað post varandi bara að ég mótmæli því bara hvernig heimurinn rekin í dag bara án þess að fara út í það eitthvað meira, sko. Það bara Palestína, Uganda, allt sem að gera, skilur þannig að það bara svona eina sem ég geri að ég hugsa auknum bara já, ég veit að þreytt en enginn að skoða akkántum minn, allir fyrir löngu komin leið á mér og það ekki að því ég vill eitthvað predika fyrir öðrum, þetta meira bara svona ég vil allavega bara nota mitt litla plattform til þess að segja allavega bara hverjum degi að því að ástand er orðið svo slæmt að því það er orðið svo slæmt það langar mig allavega að segja bara hverjum degi bara ég er ekki sammála þessu ég mótmæli þessu og ekki gleyma þessu eða þú veist, það er náttúrulega og kannski inn á milli smá brandar til þess að drepa ekki fólk sem actually nennir að fylgja mér og sjá hvað ég er að posta En þetta alveg, heimurinn svolítið ruglaður, sko, og þú veist,
við erum búin að marinerast í þessu Grænland Trump er ekki fólk alveg að fara átt að segja á því að maðurinn er veikur þú veist Jú, en ég segi bara, fólk ekki átt að segja á því að þetta hefur ekkert með mannin að gera þú veist, það getur hver sem staðið þarna og bla 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 eitthvað í mikrofón, hann bara eitthvað brúða, það náttúrulega bara lobbyið á bakvið hann og þú veist, hann veit ekki eins og hvernig að segja Nei, þú veist, ég meina fórsetin þar undan vissi ekkert hvað hann var að segja og þú veist, alltaf liði bara galið, skilur Svo allir bara, þetta valdamesti maður heims, já, og það er rosalega slæmt ef hann valdamesti maður heims, hann þekki ekki munin á Grænlandi og Íslandi, sko þú veist, það er bara, hann hélt einhverja ræðu og hann talaði margoft Íslandi í staðin fyrir Grænland hann alltaf bara það er eitthvað sko, ég ætla ekki að fara að ranta Trump Nei, við þurfum ekki að gera það eru allir einróma sammála hér að það er náttúrulega bara yfir höfuðrunni þetta konsept Bandaríkin er náttúrulega bara pínu djók út af fyrir sig hvernig þeir hafa svolítið komið fram sko, ekki svolítið, bara svolítið mikið og það er eitt sem er svona ég sem bara verða að viðkjöna að ég þú veist, ég rosa mikið áhuga sögu og alls konar og eitthvað en bara einhvern veginn þú veist, hef einhvern veginn ekki almennilega sett mig inn í hlutina og ekkert sérstaklega fróð og ég hef bara viðkynna það að ég fekk bara svolítið áfall fyrir ekkert svo kannski fyrir örfáum árum síðan þegar ég áttaði mig á því að já, sagt, aðal terroristar heimsins eru Bandaríkjamenn I bara did not know Vá, ég held að þeir var einhvern veginn góða löggan í heiminum og eitthvað svona kjaftaði þó þau varu alls konar og bla en þú veist svona meir og minna, þú veist eitthvað svo bara eitthvað neinn, já þannig að það var svona ýmislegt sem að maður bara svona augun opnuðust og þaðan af hef ég líka svona meir og meira aðeins svona sett mig inn í þetta og því meira sem maður líka og talandi Instagram eins mikið og þetta mikið eitur það líka rosa mikið upplýsingum sem fá að flæða þarna og nú tala ég bara alveg bara einmitt það sem ég að upplifa verandi svona smá bara einmitt kannski pínu ljóska og ekki alveg hafa þólum með að lesa og grúska og vita hluti og muna hluti í mannstunum bara alltaf hvað gerast ekki sko að þú veist bara mannkins sagan þú veist það er svo margt sem að bara börnin okkar læri skóla sem er bara bull þetta er bara þú veist það er svo mikla rangfærslur og mikið að legum og bulli og rugli og bara og því meira sem maður sko að fræðast því meira sér maður svo bara svona já herðu það er eiginlega bara vestræni Evrópubúinn sem er villimaðurinn. Hann er búin að vera aðal hálfvitin og villimaðurinn og haga sér villimannslega ekki neinar aðra þjóður eða menningarheimar. Þú veist, þannig kannski svona það sem að við þú veist, Evrópubúar tóku náttúrulega bara Ameríku og ráku alla indjánuna í burtu, þú veist. Og þeir gerða sama í Ástralíu, það er bara svona kom einhver Evrópubúa þar inn og þetta er bara búið að vera Já, og Afríka og alls konar og þú veist bara Kína og name it og bara með og ennþá, og kannski það sem er kannski ástæðan mér finnst það pínu svona þú veist, galið að því að við erum ennþá með eitthvað svona siðferðis sprota hérna, eitthvað vestræn menning, allt er svo modern og við erum svo gáfið og erum búin að figure everything out eitthvað eitthvað svoleiðis dæmi sem að er bara svo galið mikil vitleysa. Við erum bara Já, við erum eins og svona litli freki svarti sauðurinn sem er bara skemmandi í kringum sig. Bara svona ef við horfum bara á seinustu svona 2000 ára eftir tíman. Þannig að já, það er eitthvað svona sem að, sem segi, fyrir nokkrum árum síðan þá bara áttaði mig á þessu og ég var bara, oh my god, ég vissi þetta ekki. Hvað er svona eins og núna bara framundan hjá þér á næstunni? Það er þetta handritaskerðin og... Já, það er þess að handritið. Það ferli sem náttúrulega byrja náttúrulega bara í handriti og svo bara reyna að koma því verkefni á legg ég væri ógeðslega glöð við getum byrjaði tökum á næsta ári og þetta verkefni er reyndar alveg sko ef það fer allt eins og það að fara þá verður þetta alveg mjög stórt og þetta er svona Norðurlanda samstarf það verður tekið upp í flestum Norðurlöndum og er bara svolítið svona stórt og mikil framtíð í því en svo eru einhver tökur núna í mars, ég er að fara að leika einhverju spænskri mynd, eitthvað, veit ekki alveg meir. Nei. Ég myndi að fara að leika einhverju löggkonu út á landi. Já. Á Íslandi? Já, en þetta er örgulega sko, þetta eru Spánverjar að gera þetta og þykir örgulega mjög exotist þar, en við náttúrulega löngu komum kannski smókja þessu. Já.
en bara alltaf óstaklega að fá vinnu og var að vinna með góðu fólki eins og alltaf bara þekki Íslendingana sem að sjá þetta hérna á Íslandi. Já, svo reyndar eitt sem óslega spennandi sem ég ætla að segja frá þó ég megi ekki gera, ætla samt bara að gera. Það er ekki alveg komið grænt á það en ég er vongóð. Það að Þjóðverjum langar rosa mikið að gera þætti Guðmundar- og Geirfinnsmálið. Já. Sem ætti það að fara í tökur núna í haust. Ó, það er spennandi. Þar fer ég með hlutverkið. Já. Geggjað, spennandi. Já. En eitt, svona, að því að við tölum löggur út á landi og svona, af hverju, það þarf ekki að vera og viti svari við þessu, en af hverju erum við í íslenskum bíómyndum og þáttum alltaf með svona óbóðslega niðurdrepandi sviðsmynd, skilur við, svona þá erum við að tala bara svona svartmálaða veggi á lögreglustöð nánast og reik í loftinu og ég bara, þetta er bara það segir þetta næstu allir Íslendingar bara af hverju eru svona leiðilega, af hverju eru að gera svona sama þetta, það er ógeðslega fyndið sko, já við erum ekkert svona þunglind, ekki alveg svona. Nei, en þarna segi ég bara þetta er spurning sem hættir að spyrja kvikmyndastöð á Íslands ég held einhvern veginn að þú veist, það er náttúrulega ógeðslega erfitt að gera bíó. Já. Þú veist, það er bara rosa erfitt, það kostar rosa mikið og við erum bara lítil þjóð, það er bara magnað hvað við höfum verið dugleg í þessum málum. Þannig að þegar svona lítil þjóð með lítinn pening læra eitthvað koncept virkar, það er það bara svolítið notað aftur. Þannig ég held að það sé svolítið það. Þess vegna því ég var einmitt að reyna að útskýra kannski svona það sem að Íslendingar voru að reyna að gera með Napóleonskjólunum að reyna svolítið svona að gera eitthvað annað og reyna svolítið að þróa sig áfram í einhverja aðra áttir. Af því að við erum svo sannarlega búin að mastra svona skandinavæst noir sem er bara dauði og djöfull og einmitt miðaldra kall og einhverju krísu og einhver ungkona eða einhver sem er hóra eða eitthvað svona darra sem var ánum sig krísja. Já, þú veist, það er einhver barnanýðingur og það er einhver pervert og það er einhver áfengisjúklingur. Þú veist, þetta er alveg bara svona, og þetta færi mig stundum til þess að sleppa því að horfa að því ég mér finnst sérstaklega í skammdeginu að maður horfir á, þetta er allt svo, ekki allt, ok, ég segi það ekki. Það er alveg sumir þættir sem að eins og Reykjavík Fusion, það var ekki þessi fílingur þar fannst mér, þú veist, og það var eitthvað annað, en það er stundum ég bara eitthvað, það er engin svona, það er engin með svartmálaða veggi á lögreglustöð dökkræna og svo gula birtu sem að lýsir ekki neitt og þú veist, og heimili fólks út á landi til dæmis, þau eru alltaf látin lít út fyrir bara eins og þau hafi verið bara eins frá 60 eitthvað, og maður er alveg bara krakkar. Af því þetta, þú veist, þetta er þetta er bara, þú ert að tala bara eins og flestir sem að, þú veist, hafa, sko, í rauninni ég myndi segja svona, flestir Íslingar segja þetta. Þú veist, flestir eru svolítið bara svona, akkur gerum við ekki bara eitthvað grín með þetta, akkur gerum við ekki svona hitt og eitthvað og akkur ekki, af því þegar það er gert að þá finnst Íslendingum það geggjað. Og en ég held að þetta eru peningarnir sem eru að tala. Og þó að sko kannski Íslendingar vilja fá eitthvað meira, að þá er það ekki að fara að gera neina peninga í rauninni. Af því þú veist, það er ekki nóg bara að allir fara í bíó og that's it. Það er að það seljast úti og þá ég held að sé að vera að skapa svolítið eitthvað svona sem á að vera eitthvað svona fyrir öðrum löndum sko. Svona einhver mystík. Ég geti líka svara svo öðru svo eins og ég segi líka, ég held að sé ekkert leyndamála að mjög margir í bransanum hafa oft orðið mjög þreyttir á í rauninni kvikmyndasjóð af því að það er oft búið að vera að fara bara mjög boring og kannski of öruggar leiðir en svona eins og ég segi varalega ástæða kannski fyrir því en svo er þetta bara komið gott en auðvitað eins og ég segi auðvitað bara líka sumt sem virkar og selur alltaf vel og þú veist, þú getur alveg gert eins og til þess að ég var í 112 Reykjavík sem er reyndar eftir hann Yrsu Sigurðardóttur DNA bókin hennar. Já, það var ekki svona rosalega, það var ekki svona morbid dæmi það. Nei, það var náttúrulega alveg bara alveg ógeðslegt ofbeldi og sýnt alveg svona grúsum eitthvað dót en en þú veist, þetta bara selur og eins og það sem ég er að skrifa með þess að er svoleiðis dót, en með nýju tvisti og við erum að gera eitthvað svona, þú veist, þetta er bara eitthvað svona konsept sem að er með risastóran out on the hope eða bara mjög stóran kúnahóp í heiminum sko.
þannig að það er náttúrulega bara svo það sko. Já. En ég fagna öllu nýju og ég elska húmor, ég elska þú veist þegar við leifum okkur að fara þangað og ég var að tala tökutunum í sumar, bara á mig laka til að fara að vinna með þeim hérna og það eru einu mínu uppáhalds hérna, Keli og Össi sem að hérna í rauninni gerði svo veiðiferðirnar og þessar myndir sem að eru, þú veist, þetta stundum enda sem kannski meiri svona prototýpur af einhverju mynd, en þeir fá bara svo lítið fjármagn. Að auðvitað endar þetta í ykkur svona þannig að gæðin ekki alveg 100p en handritið þetta er bara skemmtilegt og þú veist, við þurfum ekki alltaf að vera í einhverju svona, þú veist, gera eitthvað svona rosa listrænt og vera eitthvað svona alveg að bara listaspýrast yfir okkur að reyna að vera rosa sérstök út af að við megum ekki alveg gleyma því sko að við þurfum líka bara að búa til eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt, sem að veikur okkur gleði hérna og eitthvað sem okkur langar bara að horfa á og það er svo fyndið að eins mikið við erum búin að gera eitthvað töff og flott og arti og ræ og eitthvað svona út af við að þá heyri ég yfirleitt Íslendinga bara að tala eitthvað sem einmitt eitthvað svona þú veist, við erum ennþá bara að stella í Oliver svo geggju þú veist, menna come on, þú veist, við erum bara að gera meira einhverju svoleiðis og eins og talandum með veiðiferðirnar eða hérna Guðaveigar eins og seinasta mynd sem ég var í eða Fullt hús, þetta er allt eitthvað svona sem þeir hafa gert og þetta er allt bara svona þetta er bara skemmtun svona langar maður bara í hambúrgar og kokteilsós og franska en mér langar ekki alltaf bara í eitthvað svona rándýra steik þú veist, eitthvað bladibla, skilur þú veist, bara svona algjörlega þannig að kannski líka það, já, ég myndi svona kannski segja það já, þetta er ekki rant hérna já, nei, bara gott að heyra að þú veist, þetta sé alveg vitað, eða þú veist, að sé alveg fólk með þetta það að þú veist, við viljum einmitt eitthvað skemmtilega líka, sko og en þó að dramatík selji náttúrulega alveg svakalega vel og þú líka þetta eins og segir að þarf að vera inn á erlenda markað náttúrulega ég er ekkert að fara að reka sig á Íslandi þú veist, þannig þú veist, þú ferð ekki peningana hér það er svolítið erfitt sko en já, það er bara frábært að fá þig já, bara gaman að hitta þig og ég hlakka til að fylgjast með þér áfram Takk æðislega